Og við öll sæl og blessuð. Ég heiti Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri. Velkomin til þessa íbúafundar, þessara frumraunar okkar í því að vera með íbúafund rafrænan. Mér sýnist að sé komið inn á fundina í það minnsta 50 og það voru skráðir held í 55, þannig að við bara rúllum af stað með þetta. Þessi fundur okkar ber yfirskriftina þróun skólasvæðis á Hellu og er langþráður því að við höfum að koma íbúafund af stað í vor. Nú er eitthvað eitthvað. Það var eitthvað mjög eitthvað sem þetta setja á mjút væntanlega. En hingað erum við komin. Dagskrá kvöldsins er þannig að við ætlum í upphafi að vera með kynningu, svona cirka 20 mínútur, eitthvað svoleiðis. Og það eru þau Björk Grétarsdóttir oddviti okkar og Jón Sæmundsson, ráðgjafi, sem ætla að sjá um það. Það er í sjálfu sér, hefur legið fram í kynning á netinu alveg frá því í vor, en hún hefur auðvitað þróast og verið unnið í þessu meira, þannig að þau ætla svona að leiða okkur inn í þetta. En síðan munum við gera mikla tilraun hérna í að búa til vinnuhópa, þannig að við verðum öll sett í vinnuhópa hérna eftir. Og það kemur ljós hvernig það verður, en kannski að segja ykkur það strax áður en lengra er haldið að það verða sjálfsagt alls konar svona tæknilegir örðuleikar hjá okkur, en við bara vinnum úr þessu saman. Það er bara ekkert annað í boði en að við stökkum í djúpu laugina með þetta. Íbúafundur með þessu sniður, þetta kannski svolítið nýtt fyrir okkur þó við séum vön að vera á Zoomi og svona. En þannig er að við ætla að segja ykkur það að við munum taka þetta upp, það er að segja kynninguna núna þar sem að við erum öll saman. Og síðan verður líka tekið upp þegar við fáum niðurstöður úr vinnuhópum, en vinnuhóparnir sjálfir er ekki teknir upp, þannig að það er bara svo allir viti það. Og ég mun koma betur inn á það þegar við höfum fengið kynninguna um hvernig vinnuhóparnir munu virka hjá okkur, en þeir verða 4 og við förum sjálfkrafa, Eiríkur sér um að setja okkur í 4 vinnuhópa. Og svo bara erum allt í einu komin þangað og munum vera þar í undir 40 mínútur og ræða saman og fara yfir nokkrar spurningar saman og ræða bara það sem við viljum um þessi mál. Og síðan dettum við aftur inn á þennan sameiginlega fund. Þannig að þetta er afar spennandi. En við förum betur yfir þetta á eftir, en ég vil bara gefa þeim Björk Grétarsdóttur, oddvita og Jóni Sæmundssyni ráðgjafa orðið. Gjörið svo vel. Takk fyrir það, Ágúst. Já, við ætlum að fara yfir Já, ég ætla að fara yfir hvernig vinnan hefur farið fram við þetta verkefni. Það voru settir á laggirnar 2 faghópar, annars vegar byggingu nýs leikskóla og hins vegar til þess að greina framtíðar húsnæðisþörf fyrir grunnskólan og mögulega samnýtingu þessa 2. Þessi 2 hópar skiluðu síðan af sér sameiginlegri skýrslu og til þess að vinna verkefni áfram og í ljósi niðurstaðna skýrslunar var síðan myndaður 1 faghópur. Ferlið var þannig að það var í október 2018 sem sveitarstjóra var falið á byggðarráði að kanna fyrirkomulag til undirbúningsbyggingu nýs leikskóla Hellu.
Okay. Og í febrúar 2019 var ákveðið að skipaður skyldi faghópur til þess að vinna undirbúningi fyrir byggingu nýs leikskóla á Hellu. Í honum voru Björk Grétarsdóttir formaður Odda.BS og Hjalti Tómasson var varamaður formanns. Rósa Hlín Óskarsdóttir og Sigrún Björk Benediktsdóttir leikskólastjórar. Frá sveitarfélagi Heimir Hafsteinsson og Haraldur Birgir Haraldsson. Klara Valgerður Brynjólfsdóttir formaður Foreldrafélags Heklukóts og byggðaræði Haraldur Eiríksson og Margrét Harpa Guðsteinsdóttir. Og hlutverk þessa faghóps var að kynna sér nýlega framkvæmdir á þessu sviði og að leggja fram tillögur til sveitarstjórnar hvað útfærsla skuli valin. Okay. Nú, þessi hópur fundaði nokkrum sinnum og var sammála eftirfarandi áherslur. Að það var að leggja áherslu á 6 deildir með möguleika á stækkun í 8 deildir síðar meir. Að það væri ekki tilefni til þess að leggja niður leikskólann á Laugalandi heldur huga frekara stækkun þegar til framtíðar er litið. Að staðsetning nýs leikskóla ætti að vera núverandi skólasvæði Hellu til þess að nýta mætti núverandi byggingar og aðstöðu. Að samkomusalur sem væri sameiginlegur hentaði bæði leik- og grunnskóla. Að mötuneytið þyrfti að vera stórt og aðgengilegt til að nýta mætti bæði fyrir grunn- og leikskóla og að leiksvæði mætti ekki þrengja að uppbyggingu. Þetta þyrfti að vera nægilega stórt. Okay. Nú, þessi hópur fór í heimsóknir í nokkra skóla og það voru Rauðhóll í Mosfellsbæ og Kríkáskóli, Dalskóli í Úlfarsárdal, Undraland í Hveragerði og Álfheimar og Jötunheimar á Selfossi og Bergheimar í Þorlákshöfn og nokkrir þessar skóla eru með samtengingu við grunnskólan. Þetta er þess leikskólan sem voru skoðar þarna. Okay. Og það var síðan í maí 2019 það sem var lögð fram tillaga hjá byggðarráði að skipaður yrði starfshópur til að greina þarfir grunnskólans til framtíðar. Það komu fulltrúar frá skólaráði grunnskólans til fundar og það var ákveðið að skipa hóp til þess að meta framtíðar þörf og greina þarfir til framtíðar varðandi grunnskólan. Og að hálfu sveitarfélagsins voru sömu fulltrúar og verið starfshóp leikskóla. Og hlutverk þessa faghóps var að greina þessa húsnæðisþörf og leggja fram tillögur til sveitarstjórnar það. Okay. Og aðrir í hópnum fyrir utan starfsfólk sveitarfélags eru Kristín Sigfúsdóttir skólastjóri, Sigfús Davíðsson húsvörður og fulltrúar nemenda, foreldra og starfsfólks voru Lovísa Björk, Hrafnhildur Valgarðs, Birta Huld, Ingibjörg Heiðars og Klara Viðarsdóttir. Okay. Og þessi skólahópur var að mestu leyti með sömu áherslur og leikskólahópurinn hvað varðar sameiginleg rými en vildi skoða Krikaskóla aftur og annan skóla sem byggðu var að hugmyndafræði Krikaskóla en það er Kerhólsskóli í Grímsnesi. Og skoðunað á báðum þessum skólum studdi enn frekar við megin áherslur hópsins. Það er þessa samnýtingu milli leik- og grunnskóla. Okay. Það var unnar tillögur í þessum skólahóp með hliðsjón af tillögum starfsfólks grunnskólans og það var að það þyrfti að bæta við kennslustofum og minni rýmum, til dæmis sérkennslurýmum og viðtalsherbergjum. Það þyrfti að huga aðstöðu og staðsetningu skóladagheimilis, að bæta vinnu aðstöðu kennara, hugmyndum að bókasafni yrði flutt úr núverandi aðstöðu í nýju bygginguna og að núverandi bókasafn nýttist sem lista- og tækniver, að tónlistarskóli fengi pláss í þessu sameiginlega rými og að tónmenntastofa yrði hliðin á samkomusal og að þyrfti að finna smíðastofunni fastan stað. Okay. Það var síðan þessar forsendur sem voru lagðar til grundvallar við alla vinnu hópana og notaðar við sviðsmyndina sem Jón fer yfir hér eftir. Það er að sameina starfsemi menntastofnanna á einum stað og samþætta mennta- og íþróttastarfsemi á þessum sama stað til þess að styrkja hjarta þorpsins. Að íþróttavöllurinn ætti að vera innan skólasvæðisins. Það þyrfti að huga að umferðarskipulagi og aðkomu og með samnýtingu bygginga væri hagkvæm í uppbyggingu og hægt að nýta sameiginleg rými fyrir báða skóla og síðan þurfi að huga að vindáttum og sól og skugga og hvernig nýta skuli núverandi leikskóla og aðra byggingar sem losna. Okay.
Já, góðan daginn, góða kvöldi, Jón Sæmundsson heiti ég og ég hef aðstoðað hópinn eftir að þessi skýrsla kom út. En hérna sjáum við eins og svæði lítur út í dag. Við þekkjum þetta svo sem öll. Hér eru útskálanir, ég gerir ráð fyrir að þið sjáu músina hjá mér. Hér eru útskálanir, hér er keyrt inn, hér má segja að séu sleppisvæði, hvort sem eru skólabíla eða einkabíla og inngangar nemenda. Hér líka við þingskálana eru sleppisvæði en það er ekkit ofmargir sem að nota þau. Og svo hérna dynnskálanir. En þetta hérna svæði er það sem við höfum verið að horfa á til frekari uppbyggingar og þá hvað er mögulegt að gera. Við stöndum rauninni frammi fyrir tveimur kostum. Það er annars vegar að horfa á þetta svæði sem er innan gularammans sem til uppbyggingar ef að við tökum þann pól í hæðina að völlurinn, frjálsíþróttavöllurinn og knattspyrnuvöllurinn verði látnir vera. Þá er þetta svæði sem við erum að horfa á sem er innan gularammans, þetta er það bil 1900 fermetrar eða 19.000 fermetrar fyrir 1,9 hektari. Þannig að, og náttúrulega inn á þessu svæði er fullt af byggingum. En ef það verður tekið svo ákvörðun að færa völlin eins og hafa verið umræður að þá er þetta orðið talsvert stærra svæði sem er til umræða eða 34.000 fermetrar. En þá hefur verið hugsað sá möguleiki, hvort það sé möguleiki að færa völlin í heild sinni eða að hluta til þarna norður í mýrina, hérna fyrir norðan þetta svæði, norðan núverandi völl. Það húsbyggingar sem hafa legið til grundvallar í þessari skoðun, það eru annars vegar hérna, skóli sem að myndi þá vera eins konar þjónustukjarni og hann er hugsaður sem einhverjir 1200-1300 fermetra grunnflæti en á 2 hæðum og þar eru það matsalur, þar er svið, eldhús, starfsmannarými, skrifstofur, aðstaða fyrir tónlistarskólann og tónlistariðkunar, eitthvað starf við hliðina á þá matsalnum og þarna gæti sem sagt væri hægt að kalla alla inn á sal og þar væri bara jafnvel möguleiki á leiksviði. Leikskólinn, hann hefur verið hugsaður sem 6 deilda, allt það bil 850 fermetra grunnfleti en þar sem hann hefur samlegar áhrif við skólan, þá er hægt að nýta hérna, eins og starfsmannarýmin og innganga og jafnvel eldhúsið og svo matsalinn. En ef leikskólinn í stakstæðir, þar að segja byggður einhvers staðar sér, þá þannig að vera alveg einhverjum 200-250 fermetrum stærri. Það eru engar teikningar sem hafa verið framkvæmdar ennþá. Bara taka það alveg skýrt fram að það er ekkert búið að hanna neitt í þessu. Þetta eru bara kassar sem við sjáum núna eftir sem eru það bil þessari stærð. Endanleg stærð á kössunum eða endanleg lögun á þeim er ekki eins og við sjáum hérna á eftir. Það er búið að gera svona lauslegt verðmat á þessu og það er eingöngu út frá raunverðum sem er unnin af sambærilegum verkum eða sambærilegu starfsemi sem er í gangi þessa dagana eða er nýlega lokið. Miðjan apríl þá birtum við myndskeið á netinu þar sem voru sýnd 9 svona hugarflug, 9 hugmyndir og af þeim höfum við valið 3 til að horfa frekar á hér. Þá myndi að líta það bil svona í þessu möguleika þá er gert ráð fyrir að þeim möguleika að völlurinn, íþróttavöllurinn, hann færist norðar og 9 byggingarnar þær myndu rúmast hérna allar fyrir sunnan og sunnan núverandi skóla, annars vegar þetta miðrými eða þjónustukjarnin og svo leikskólinn inn á vellinum. Það væri hægt að byrja á miðrýminu, ekki að fara að taka völlin strax. Þessi hugmynd hefur þá kosti að ríkjandi vindátt er norðaustanátt á svæðinu, þannig að skólalóðin, hvort sem það er grunnskólalóðin eða leikskólalóðin, yrðu í skjóli við þessar byggingar.
í stað þess að fara að hafa leiksvæði hinum megin í vindgarðanum sem þar. Með þessari hugmynd þá væntanlega myndu færast umferðarþungir, hann myndu færast inn á dynskálana, minnka á útskálanum sem rauninni bara svona íbúðagata og það auðveldar allt aðgengi í kring. Við sæjum fyrir okkur á Sleppistæðin yrðu hérna niðri hvort sem það væri þarna það sem það eru sýnd á myndinni eða aðeins austar, það sem bara núverandi útskot það ekkert ákveðið. Þetta svona bara ein af hugmyndunum. Hérna sjáum við svona ásýndarmyndir af þessu, hvernig þetta gæti hugsanlega litið út og þá með fullbúnum frjálsíþróttavelli. Þessi völlur, svona verðmat á þessum velli, það væri, ef allir möguleikar eru valdir af þessum grasvelli, fullkomið frjálsíþróttavöllur, það svona það bil 300-350 milljónir, það eitthvað svona sú stærðagráða. Og það eru aðra myndir hérna. Númer 5 af þessu sem var sýnt miðjan apríl, það lítur úr svona út. Þetta svona álíka og ég var að sýna ykkur áðan. Miðrýmið á svipuðum stað en leikskólinn búið að hnika honum aðeins til, hann orðinn hoddréttur á miðrýmið og leikskólalóðin og skólalóðin það búið að hnika þessu. Þetta bara innan innra skipulag. En í þessari tillögu þá líka sá möguleiki að færa frjálsíþróttavöllin og knattspyrnuvöllin og yrði þá nýr þarna fyrir sunnan með tilheyrandi kostnaði. Umferðarskipulagi, það yrði eitthvað álíka og ég að segja að flytja umferðina innan frekar dynskálana þannig að það myndast ekki þessi tappi í útskálanum, sérstaklega eins og í vetrartíman á dimmu dögum eða snjó, þegar snjór yfir öllu. Og eins sjáum við að með þessu kannski hugmyndir að tengja saman núverandi byggingar eins og sundlaugina og þá væri mögulegt að færa innganginn inn í sundlaugina þarna og þarna myndast svona sameiginlegur inngangur. Og ásýndarmynd af þessu, hún svona, það sjáum við hvernig þetta myndi rúmast. Að völlurinn, frjálsíþróttavöllurinn sé nákvæmlega þarna, það má alveg færa hann sunnar ef að þessi möguleika yrði valið. Þetta bara svona til að gefa stærðargráðu hugmyndir. Svo það númer 7. Sú hugmynd, hún gerir ráð fyrir að völlurinn verður bara áfram eins og hann Að koma þessum rýmum fyrir sunnan við barnaskólann, bæði þetta miðrými þarna og svo leikskólanum. En þá yrði núverandi bílastæði tekið undir á leikskóla eða það alveg hugmynd að gera það sem að yrði þá í ofsalega góðu skjóli þar. Eins myndi með þessu koma alveg ofsalega gott port milli núverandi barnaskóla og þá þessa miðrýmis og með tengibyggingum annars vegar inn í unglingaskólann, barnaskólann og svo inn í sundlaugina. Og það mætti jafnvel hugsa sér í svona rými að það væri hægt að hafa tengibygginguna á 2 hæðum þannig að það væri hægt að fara bara labba innandyra þarna niður og niður í íþróttahús. Það allt saman bara útfærslu atriði þegar það komið lengra á hönnunarstigi. Ásýndarmyndir, það hættu hugsa sér svona hvernig þetta myndi líta svona það bil út. Eins og ég segja hugað því að leikskólinn hans sé á 1 hæð en þetta miðrými það væri þá á 2 hæðum. Starfsmannarýmin á efri hæðinni, kaffistofa, skrifstofur starfsmanna og því líkt. En á neðri hæðinni þar yrðu nemendarýmin, matsalur, eldhús, tónlistarrými, jafnvel bókasafn. Það var hugmynd að flytja bókasafnið þarna inn og þá gæti það nýst jafnvel leikskólanum líka. Það væri þetta svona samþætta þessa starfsemi. En þetta eru þessar hugmyndir sem við ákvaðum að draga fram í þessari kynningu. Takk fyrir.
Já, þakka ykkur kærlega fyrir. Það er sem sé þannig að Eiríkur stjórnar því alveg hverjir eru sem sé í hverjum heyrist og hverjum ekki, þannig að maður þarf að bíða þess að það er búið að opna fyrir mann. En núna förum við sem sé það er ekki gert ráð fyrir að við séum með spurningar á þessum tímapunkti, en þess meiri spurningar og umræður viljum við fá í vinnuhópunum sem við erum nú að fara að demba okkur í. Það sem sé mun fara fram þannig að við erum sem sé með 4 hópa og það við munum öll fá sem sé skilaboð á eftir smá stund að samþykkja það að fara í svo kallað breakout room með því að íta á join og ég vil biðja ykkur að gera það, en fyrst ætla ég að segja ykkur það að það eru 2 hópstjórar í hverjum hóp og það er sem sé Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Auður Erla Logadóttir sem í hópi A og eru svona hjálpast að við tæknimál og hjálpa til við umræðu og bera fram þessar spurningar sem við viljum gjarnan að séu ræddar. Hópur B er Kristín Sigfúsdóttir og Ágúst Sigurðsson. Hópur C er Haraldur Birgir Haraldsson og Jón Sæmundsson og hópur D er Tómas Haukur Tómasson og Björk Grétarsdóttir. En þetta skýrist nú allt eftir smá stund, en það er sem sé 40 mínútur það bil sem við hefum gert ráð fyrir í þennan lið. Nú ef við erum fljótari en það öll að þá bara fer tæknistjórinn á milli og við bara förum aftur inn á stóra fundin sem við erum á núna. En það eru sem sé 3 spurningar sem við viljum gjarnan að séu ræddar þó svo að það sé ekki lokað á neitt, menn geta bara rætt það sem þið vilja og hvernig sem menn vilja hafa það. Hópstjórarnir munu taka niður allt sem fram kemur eftir bestu getu og við munum svo kynna það í lokin. Það sem sé umferð og aðkoma er 1 spurning eða 1 efni, skipulag bygginga og útisvæða er annað og í þriðja lagi hvaða starfsemi skal vera innan skólasvæðisins. Þetta er svona þetta þrennt sem að veri gott að ræða. Og síðan, já, ég ætla að segja ykkur það að eftir 40 mínútur, það er þá 20:50, já, eða Eiríkur stýri því eftir 40 mínútur að þá sem sé dettum við aftur inn á hinn fundin en við fáum sem sé að vita hvað eftir eitthvað 2-3 mínútur, þegar 2-3 mínútur eftir að þá fáum við tilkynningu. Og þá segi ég bara gangi okkur vel og ræðum og spurjum og förum vel yfir þetta og hittum svo aftur hér öll saman. Eiríkur, gjör svo vel.